Íbúar Gaza bíða milli vonar og ótta eftir vopnahléi. Bandaríkjaforseti segist vongóður að það náist í vikunni. Hann á fund með forsætisráðherra Ísraels í kvöld annan daginn í röð. Formenn flokka á Alþingi funduðu þinglokin síðdegis í fyrsta sinn í 3 vikur. Ekkert mál hefur verið rætt jafn lengi á Alþingi og veiðigjaldið í nærri 150 stundir. Samgönguráðherra Rússlands fannst látinn í gær. Hann bætist á lista yfir 10 háttsetta menn úr samgöngu- og orkugeiranum þar í landi sem þykja hafa dáið á dularfullan hátt undanfarið. Rúmlega 40% vega á landinu eru í slæmu eða mjög slæmu ástandi samkvæmt ástandsgreiningu. Stjórnvöld ætla að verja 3 milljörðum aukalega í viðhald. Forstjóri Vegagerðarinnar segir mestu þörfin að vera á Vestur- og Suðurlandi. Mikilvægt verslunar- og ferðaþjónustuhús á Stöðvarfirði liggur undir skemmdum vegna sinnuleysis. Byggðastofnun ætlar að gera við það og hugsanlega verður hægt að opna þar verslun sem bráðvantar. Komið þið sæl. Bandaríkjaforseti áfram vongóður að samningar vopnahlé á Gaza náist í vikunni. Hann á fund með forsætisráðherra Ísraels nú í kvöld annan daginn í röð. Á meðan bíða íbúar Gaza milli vonar og ótta, árásir halda áfram og hungur fer vaxandi. Skelfilegar frásagnir eru fyrir löngu orðnar daglegt brauð á Gaza. هو بينام في الخيمة هو وأولاده الاثنين عودة ومسك. ابن أخويا ملهش وجه عودة. كنت ورايا لقيته في الشارع، لقيت الولد مسجول والبنت مسجولة. بقول لهم مين هذا؟ ما رضيش الشباب يخلونا نشيل. قلت لهم بدي أشوف مين هذا، قلت لهم هذه مسك. طلعت لقيت راس مسك، قلت لهم لا هذه مسك وهذا عودة. Áfram eykst hungur samkvæmt nýrri úttekt Sameinuðu þjóðanna hefur nærri 1 af hverjum 3 íbúum ekki borðað neitt dögum saman. Israeli authorities must open all available crossings, fully facilitate humanitarian distribution, access inside Gaza, and protect civilians in line with their obligations under international humanitarian law. Þá fólki áfram skipað reglulega á flótta af Ísraelsher. שר הביטחון ישראל כץ חושף היום בתדרוך לעיתונאים שישראל נערכת להקים עיר הומניטרית חדשה באזור העיר רפיח לשעבר. Tilgangurinn að safna íbúum Gaza saman á ákveðnum svæðum og ísraelsk stjórnvöld gæla enn við hugmyndir að koma þeim úr landi. Uppi á hæð nærri ísraelsku borginni Sderot útsýnistaður þar sem fólk getur hort yfir á Gaza með sjónauka. We see it in the news and it's nice to take a look by my own eyes. You see Israel tanks in the border with Gaza. Well, why you want to see it? I want to see. Why not? ולראות קצת את המחכים שזה יהיה שלנו. אוקיי, עזה לפי התורה היא שלנו. אנחנו לא נגד על אף אחד, אבל אנחנו לא רוצים שיהיו אנשים שהם מחבלים, שהם רוצים להרוג אחד את השני. אם יש אפשרות לעצור את ההרג ואת הדברים הלא טובים, אנחנו nýsmach. Velkomin Ólöf, hver staðan á vopnahlésviðræðum núna? Já, Trump hefur sagt núna í nokkra daga að hann sé vongóður og að samningar náist jafnvel fyrir lok þessara viku, en það hefur ekki mikið frest af viðræðum svona út af við að minnsta kosti. Þær eru vissulega í gangi í Doha í Katar, en bjartsýnin svona, hún meiri hjá Bandaríkjamönnum en öðrum í þessum viðræðum. Og á meðan þá býður fólk náttúrulega bara milli vonar og ótta og telur niður mínútunar og sekundunar, ekki bara á Gaza, heldur líka ástvinir gíslana í Ísrael. Trump átti fund með Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær og aftur núna í kvöld. Einhver tíðindi komin frá þessum tíðu fundaröldum þeirra tveggja? Já, það var sérst á dagskrá, Netanyahu átti að vera núna á fundi með öldungadeildarþingmönnum en fréttamenn voru tilbúnir með myndavélarnar til að mynda hann labba inn í Hvíta húsið á fund við Donald Trump, en svo fréttist að því bara núna fyrir nokkrum mínútum að hann komin inn í Hvíta húsið en fór inn annan inngang, þannig að fréttamenn sá hann ekki labba inn en hann vist mættur og þeir setja þá væntanlega á fundi núna og þeir áttu líka þennan fundi í gær. Hann var meira og minna fyrir lokuðum dyrum, þannig að fréttist ekkert mikið af honum, annað en það að Netanyahu sagði
að eins og hann hefur reynda sagt áður að samband Bandaríkjanna og Ísraels hafi aldrei nokkuð tíman verið jafn gott og akkurat núna og það sé Trump að þakka og hann mætti færandi hendi á fundin. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. We are here to remind them that there are 50 hostages to be released. We cannot accept a deal for a partial release for some hostages, and this means that some of the hostages will stay in the tunnels for unlimited time, and maybe this will be their death sentence. والله تعبنا احنا يعني وتمرمرنا وتبهدلنا سبنا دورنا وسبنا حدتنا بالرغم يعني انها دار مهدومه وشيء بس بدنا ننظف لنا اي شيء ونقعد فيها مرتاحين. نستنى والله في الدقيقه احنا قاعدين والله معناتنا على الميه معناتنا على التكيه معناتنا على كل حاجه يا خالتي والله بنستنى. حالي زي حال كل النازحين على احر من الجمر بننتظر الهدنه. النزوح موت والهدنه بننتظر فيها بالثانيه. Veiðigjaldsfrumvarp atvinnuvegaráðherra orðið mest rædda þingmálið síðan málstofur Alþingis voru sameinaðir í einu árið 1991. Metið var slegið á 7. tímanum en umræðan stendur enn og hefur hún staðið yfir næstum 149 klukkustundir. Fyrra met átti umræðan þriðja orkupakkan en það mál var rætt í rúmlega 147 klukkustundir fyrir 6 árum. Og Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður á Alþingi. Magnús Geir, umræðan stendur enn og þingmenn bæta metið með hverri ræðunni. Eru einhver teikn að umræðinu fara að ljúka? Já, hefur verið spurt mig í morgun þá hefði svarið verið þvert nei. En hjólin fóru að snúast hérna síðdegis. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún boðaði formenn allra flokka á fund hér í þinghúsinu síðdegis. Það var í fyrsta skipti síðan 18. júní sem formennirnir koma saman til að ræða þinglok. Það var í sjálfu sér engin niðurstaða þessu fundi, heldur voru formennir að undirbúa jarðveginn fyrir þingflokksformennina að leggja drög að einhvers konar samkomulagi. Nú, þingflokksformennir þeir hittust á örstutufundi klukkan 8 og þeir ætla svo að hittast aftur hérna korter yfir 9 og ræða framhaldið. Og einhver vonum að það semjist þinglok á þessum fundi sem byrja núna korter yfir 9? Svona með við þann fjölda mála sem aftur að afgreiða myndi ég telja ósennilegt að það náist á einni kvöldstund. Maður skildi þó ekki útiloka það, en okkur skilst að það eigi að ræða ákveðna útfærslu sem hafi ekki komið á borð áður og það gæti mögulega orðið þess að einhvers konar samkomulag náist og það jafnvel talað að hér verið fundað langt fram á kvöld. En hvernig andrúmsloftið svona í þinghúsinu? Er hugur í þingmönnum að halda umræðuna áfram bara langt út í sumarið? Nei, stemningin hefur súrnað ansi hrætt síðustu daga og það farið að gæta mikillar óþreyju í báðum herbúðum. Samskiptin hafa heldur ekkert verið sérlega góð undanfarna daga til að mynda hafa þingflokksformenn þangað til í kvöld ekki fundað síðan á laugardaginn og eins og við komum inn á áðan þá höfðu formennir ekki fundað í 3 vikur þinglok og þetta þykir mjög óvinnilegt. Þingmenn sem ég hef talað við, bæði sitjandi og fyrirverandi þingmenn, þeir hafa þetta spennt á að þegar Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra á síðasta kjörtímabili, þá hafi hún varið meira og minna síðustu 3 til 4 vikum hér á gólfinu til að liðka fyrir þinglokum. Nálgun Kristrúnar er öðruvísi og fellur ekki öllum í geð. Það má líka heyra á ræðum og viðtölum síðustu daga að stjórnarandstaðan farin að beina spjótum sínum í auknum mæli að forsætisráðherra, en við sjáum hvað setur. Gerðu það. Kærar þakkir fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Og þá að öðru. Samgönguráðherra Rússlands lést með sviplegum hætti í gær og hann bætist í sístækkandi hóp embættismanna og auðmanna þar í landi sem hafa látist á dularfullan hátt. Raman Staravojt hafði gegnt embætti samgönguráðherra Rússlands í 1 ár þegar hann fannst látinn í bíl sínum í Moskvu í gær. Stuttu áður hafði verið birt tilkynning á vef stjórnvalda. Þar sagði að ráðherranum hafi verið vikið úr embætti en ekki hvers vegna. Yfirvöld rannsaka málið og segja líklegt að hann hafi svipt sig lífi. Útlægir rússneskir fjölmiðlar hafa sagt að Staravojt, sem áður var héraðsstjóri Kúrsk-héraðs, hafi átt yfir höfði sér ákæru fyrir fjársvik í tengslum við eflingu varna héraðsins.
Úkraínuher náði hluta þess á sitt vald í fyrra. Þá hafa fjölmiðlar einnig nefnt að síðustu daga hafi verið miklar truflanir á flugsamgöngum í Rússlandi vegna drónaárása Úkraínuhers. Samgönguráðherrann langt í frá sá eini úr hópi ráðamanna, kaupsýslumanna og stjórnenda stórfyrirtækja í Rússlandi sem hefur látist á sviplegan hátt síðustu ár. Útlægi fjölmiðillinn Medusa tók 13 manna lista saman slík tilfelli tengd orku og samgöngumálum. Undir fyrirsögninni þeir detta ekki bara út glugga. Flestir á listanum hafa starfað hjá orkufyrirtækjunum Gazprom og Lukoil. Þarna nafn Vladislavs Avajevs sem fannst á samt eiginkonu og dóttur í íbúð í Moskvu. Þau höfðu verið skotin til bana. Á laugardag fjall einn hæstráðenda olíuflutningafyrirtækisins Transneft út glugga á íbúð sinni í Moskvu. Listinn nær aðeins yfir tilfelli tengd orkumálum og samgöngum. Heilt yfir eru dauðsföllin fleiri og hefur fjölgað síðan Rússland réðist inn í Úkraínu. Skýringar stjórnvalda hafa verið sjálfsvíg, veikindi, ofbeldi eða fall. Nærri helmingur vega á landinu í slæmu eða mjög slæmu ástandi samkvæmt ástandsgreiningu í nýsamþykktum fjáraukalögum. 3 milljarðar verða settir aukalega í framkvæmdir en Vegagerðin telur að brýnasta viðhaldsþörfin sé á Vesturlandi, Vestfjörðum og Suðurlandi. Á Vesturlandi og Vestfjörðum verður til dæmis farið í viðgerðir á Vestfjarðavegi, Barðastrandavegi, Útnesvegi og Bíldudalsvegi þar sem íbúar hafa lengi kallað eftir úrbótum. Vegagerðin lauk undirbúningi við verkefnin áður en að fjáraukalögin voru samþykkt. Forstjóri Vegagerðarinnar segir að nú geti framkvæmdir farið á fullt. Við erum búin að gefa dálítið mikið útboðsheimildum í gær, þannig að útboðin streyma út í styrkingaverkefnin og við erum í okkar slitlaga verkefnum að þá höfum við talsvert svigrúm til aukningar og það búið undirbúið það allt saman. Bergþóra segir aukið fjármagn mikilvægt til að viðhalda samgöngukerfinu. Hefði þurft að koma til frekari auka fjárveitingar? Við höfum sagt að lágmarkið sem við þurfum til að geta haldið við samgöngukerfinu 20 milljarðar á ári og þannig að við erum ekki komin þangað en þetta virkilega góð viðbót og menn munu sjá mun. Það alveg ljóst þeir sem að fylgjast með þessu. Bæjarráð Grundarfjarðarbæjar ályktaði ástand þjóðvega sveitarfélagsins á fundi sínum helgina. Í fundargerð kemur meðal annars fram að ástand vegana hafi aldrei verið eins slæmt. Vegfarendur hafi orðið fyrir tjóni og umferðaröryggi sé ógnað. Bæjarráð óttast að slíkt ástand geti skapast aftur. Á Suðurlandi verður farið í endurbætur á Laugarvatnsvegi. Auðvitað sérstök áhersla á Vesturland og í rauninni líka Suðurland sem hafa kannski haft mestu þörfina. Á Norðurlandi verða teknir fyrir kaflar á hringveginum, til dæmis í Ljósavatnsskarði, en þar umferðarþungi mikill og slysatíðni há. Auk þess verður ráðist í endurbætur á Hólavegi í Hjaltadal og farið í malbikun á nokkrum þekktum blæðingarköflum, svo sem í Bakkaselsbrekku í Öxnadal. Á Austurlandi verður einnig ráðist í mikilvægar endurbætur á hringveginu. En það gríðarleg þörf allstaðar þannig að þetta verður nýtt all land. Byrjaður að flytja óskráða innflytjendur í Bandaríkjunum í nýja varðhaldsstöð á afskekktum stað í Flórída. Bandaríkjaforseti ánægður með aðstöðuna og telur erfitt fyrir fólk að flýja þaðan þar sem það umkringt fenjum með krókódílum og kyrkislöngum. Krókódíla Alcatraz var riggað upp á skömmum tíma. Got it done in how many days, Ron? 8 days, a new facility was up and running, so. Ron DeSantis, ríkisstjóri Flórída ásamt Kristi Noem, ráðherra heimavarna, tók á móti Bandaríkjaforseta í síðustu viku og sýndi honum afraksturinn. Þau eru ánægð með útkomuna og vona að hann verði fyrirmynd fyrir önnur ríki. You don't always have land so beautiful and so secure. We have a lot of bodyguards and a lot of cops that are in the form of alligators. You don't have to pay them so much. Varðhaldsstöðin í miðju Everglades sem eru stærðarinnar hitabeltis votlendi í Flórída. 20.000 ferkilometra stærð, svipað og 15 af öllu Íslandi. Og það á afskekktum flugvelli sem hið svokallaða Krókódíla Alcatraz This is unique because we can hold individuals here, they can have their hearings, get due process and then immediately be flown back home to their home countries. Þetta í raun fangelsi og nefnt í höfuðið á hinnu alræmda Alcatraz fangelsi sem var lokað 1963.
Hér má sjá mynd sem Hvíta húsið birti á X. Trump forseti á samt krókódílum merktum ICE sem útlendingastofnun Bandaríkjanna. Fjöldi fólks hefur mótmælt krókódíla Alcatraz. Það hefur ýmist áhyggjur af viðkvæmu vistkerfi votlendisins eða þykir stjórnvöld senda grimmúleg skilaboð til innflytjenda. People who still care about each other and care about their natural spaces, and it gives me hope. This is not a scary place. The alligators and the pythons will not be security guards. They are absolutely terrified of people. Why is it here? It totally undermines and undoes a lot of the brilliant restoration work that's been going on and has been so heavily funded through the years. Aðrir eru ánægðir með fangelsið svo mjög að varningur komin í sölu merktur því hjá Repúblikanaflokknum í Flórida. Stuðningsfólk Trumps bendir á að hann sé einfaldlega að uppfylla kosningaloforð umfangsmestu brottvísanir í sögu Bandaríkjanna. We didn't vote for cheaper eggs. We voted for mass deportations and we voted for retribution. Stærstu eigendur flugfélagsins Play auk annarra íslenskra fjárfesta hafa sett rúma 2,4 milljarða króna í rekstur félagsins. Stjórnendur Play tilkynntu þetta í dag. Þá hafa stærstu hluthafar Play fallið frá boðuðu yfirtökutilboði í allt hlutafé félagsins og ætla að halda því áfram á markaði. Þeir tilkynntu yfirtökuna í byrjun júní og að félagið yrði afskráð af hlutabréfamarkaði. Áformum að fljúga undir maltnesku flugrekstrarleyfi standast og íslensku flugrekstrarleyfi félagsins verður skilað. Sóttvarnalæknir rannsakar hópsýkingu á Laugarvatni helgina. Tugir fengu skæða magapest eftir þríþrautarmót sem þar var haldið. Talið líklegt að fólkið hafi smitast af nóróveiru. Ekki vita hvað olli sýkingunni og óvíst hvort veiran hafi verið í Laugarvatni. Ekki talin ástæða til að vara við böðum í vatninu sem stendur. Fólk sem veiktist hvatt til að fara í sýnatöku svo hægt sé að greina hvað olli veikindunum. Helsta verslunar- og þjónustuhúsið á Stöðvarfirði hefur verið lokað í 2 ár og legið undir skemmdum eftir að þakplötur fuku. Byggðastofnun hefur nú keypt húsið og hyggur á lagfæringar. Gamla kaupfélagshúsið á Stöðvarfirði í bænum Miðjum og alsett steypuskemmdum. Þarna hafði verið útbúið gistiheimili og veitingahús, en þó að háönn sé í ferðaþjónustu allt lokað og læst. Til að bæta gráu ofan á svart, fuku plötur af þakinu í vetur, ekki var brugðist við og því hefur ringt inn í húsið. Þar fraus líka í lögnum og var talsvert vatnstjón. Stöðvarfjörður tekur þátt í verkefni Byggðastofnunar Brothættar byggðir og hefur íbúum gramist að sjá húsið grotna niður og enga starfsemi. Já, þetta náttúrulega húsina í hjarta bæjarins, þannig að það mjög leiðilegt að sjá það drabbast niður og það hefur verið stopull opnunartími síðustu 2 árin, þannig að við sjáum mörg tækifæri í þessu núna. Byggðastofnun átti hlut í húsinu en hefur nú keypt allt húsið af meðeigendum og hyggur á lagfæringar og endurbætur. Það þarf náttúrulega að fara í miklar viðgerðir á húsinu, það þarf að skipta þak og það þarf að fara í steypuviðgerðir og laga innan. Þetta skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli fyrir Stöðfirðinga að hér komi einhver starfsemi og við sjáum náttúrulega fram á það að leysa ótrúlega mörg vandamál sem við höfum verið með hérna á Stöðfirði. Hér þetta koma upp verslun, veitingastað, kaffihús og gistingu. Engin matvöruverslun á staðnum meðal annars vegna þess að húsnæði hefur skort, en í kaupfélagshúsinu væri hægt að koma fyrir slíkri grunnþjónustu. Og við erum að vinna í samstarfi við Byggðastofnun að ákveðnum lausnum varðandi nýtingu á þessu húsi og það verður bara spennandi að fylgjast með á næstu mánuðum. Síðasta þorskastríðishetja Landhelgisgæslunnar fer nú í land eftir meira en hálfrar aldar starf. Hann segist aldrei hafa verið hræddur og hann fekk viðeigandi kveðjugjöf. Það eru líklega ekki margir sem státa viðlíka starfsferli og Haukur Davíð Grímsson smyrjari á varðskipum Landhelgisgæslunnar. Hann byrjaði 17 ára sem vikadrengur á varðskipinu Þór, var smyrjari bæði á Óðni og Tí, fór svo á varðskipi Freyju, þar sem hann siglir nú sína síðustu ferð. Ég er að hætta störfum eftir 53 ár. Haukur hóf störf hjá Gæslunni í mars 1972. Hann er sá skipverji sem hefur starfað lengst af varðskipunum og sá síðasti sem tók þátt í þorskastríðunum. Og hér beint fyrir framan okkur blasir brátt við okkur fyrsti varðhundur hennar hátignar Bretadrottningar. Sir, this is Ragnarsson from Icelandic Television. Do you hear me?
Sir, you lost the first cod war. Do you think that you can win this one? Að hafa upplifað þorskastríðin á svona meiri návígi heldur en flestir aðrir. Hvað stendur þér svona efst í huga? Það var náðarlega svona ákeyrslunar og þvílíkt. Sérstaklega maður vissi ekki að þeim, það var að skýja. Maður vaknaði við það. Ég var aldrei neitt smeykur hérna borð. En ég misti að stóra aðalströðum borði 10. Ég var í fríi þá. En voru aðrir hræddir voru pappinn og mamma hræddir ekki í þessum aðstæðum? Ég veit að þau nefndu það aldrei. Og nú gengur síðasta þorskastríðshetjan frá borði. Hann var leystur út með góðum kveðjum og gjöfum en ein gjöfin var sérlega viðeigandi. En það var smækkuð útgáfa af klippum sem voru notaðar til að klippa á togvíra bresku togarana. Haukur síðasta þorskastríðshetjan sem fer frá okkur úr föstu starfi og þess vegna langaði okkur að færa þér afrita þessum klippum. Og þá að veðri. Lægðarsvæði á Grænlandshafi stýrir veðrinu hjá okkur næstu daga. Í kvöld ganga skil austur yfir landið með rigningu, einkum vestanlands. Á morgun er útlit fyrir suðvestan gólu eða kalda, skýjað og smá skúrir á víð og dreif. Hiti 10 til 15 stig. Heldur léttara yfir fyrir austan og hiti að 20 stigum þar. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Þrátt fyrir svekkjandi niðurstöðu á Evrópumóti kvenna í fótbolta ætla leikmenn íslenska liðsins að sýna hvað í þeim býr á móti Noregi á fimmtudaginn. Við erum að fara að vinna Noreg, erum ekki að fara á þessu móti með vonda tilfinningu. Fjölmörg mörk litu dagsins ljós á EM í dag. Myndbandsdómgæsla var einnig áberandi í viðureign Þýskalands og Danmerkur. Og Breiðablik lék sinn fyrsta leik í undankeppni meistaradeildar karla í fótbolta í kvöld. Íþróttir hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Íbúar Gaza bíða milli vonar og ótta eftir vopnahléi. Bandaríkjaforseti segist vongóður að það náist í vikunni. Hann situr nú á fundi með forsætisráðherra Ísraels annan daginn í röð. Formenn flokka á Alþingi funduðu þinglokin síðdegis í fyrsta sinn í 3 vikur. Ekkert mál hefur verið rætt jafn lengi á Alþingi og veiðigjaldið í nærri 150 stundir. Samgönguráðherra Rússlands fannst látinn í gær. Hann bætist á lista yfir 10 háttsetta menn úr samgöngu- og orkugeiranum þar í landi sem þykja hafa dáið á dularfullan hátt undanfarið. Rúmlega 40% vega á landinu eru í slæmu eða mjög slæmu ástandi samkvæmt ástandsgreiningu. Stjórnvöld ætla að verja 3 milljörðum aukalega í viðhald. Forstjóri Vegagerðarinnar segir mestu þörfin að vera á Vestur- og Suðurlandi. Þessum fréttatíma er ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næstir fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttirnar má að vanda að finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl.